sæl og velkomin í Silfrið. Hún kemur tíminn á eftir ráðherra ferðamála, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, og við ætlum að fara aðeins yfir ferðamanna þjónustuna og stöðuna núna í byrjun sumars þegar hápunktinum verður náð þessa ferðamanna ári. Síðan kemur til mín Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, og við ætlum að fara aðeins yfir stöðuna í bandarískum stjórnmálum, mikið að gerast þar, en við byrjum hérna á vettvangi dagsins, venju samkvæmt. Við komum til mín Lilja Dögg Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, Birgir Ármannsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, og Helga Vala Helgadóttir, lögmaður. Velkomin öll. Takk fyrir það. Þetta nú verið svona ágætis fréttavika. Við ætlum að byrja aðeins á Framsóknarflokknum. Lilja, þið voru með miðstjórnarfund í gær. Það sem að þú lýstir fundinum sem átakafundi, og það gekk reynilega ýmislegt á þarna. Það var ákveðið að flýta flokksfundi sem að kýs meðal annars forystu flokksins fram í janúar. Ég byrja bara hver í rauninni rót þessa vanda? Af hverju eru Framsóknarmenn að deila? Ég ætla nú að fá kannski að byrja þáttinn á því að óska Vilborg og Örnu til hamingju með það að vera fyrst kvenna að ná á topp Everest. Já. Og það er búið að vera alveg, íslenskra kvenna. Það er alveg frábært að fylgjast með henni, þvílík þrautseigja, og við höfum alltaf fylgst með henni öll þjóðin þegar hún reyndi einu sinni áður, en svo kemur hún aftur og nær upp á toppinn, fyrst íslenskra kvenna, og mér finnst þetta alveg ótrúlegt afrek og gaman að fylgjast með því. Aldrei gefast upp. Aldrei að gefast upp. Eins og þjóðin veit, þá var skipt forystu 5 vikur fyrir síðustu alþingiskosningar, og það voru kosningarna voru svona 50-50, og það tekur alltaf ákveðin tíma fyrir stjórnmálaflokk þegar svona aðstæður koma upp að svona vinna sig úr því, og þessi miðstjórnarfundur var liður í því, og menn skiptust á skoðunum, og mér fannst þetta svona fyrsti stjórnmálafundurinn sem ég sitt, þar sem hefur verið að ræða innri mál flokksins. Og það farið yfir þetta svona bara mjög gaumgæfilega. Fólk var mjög tilbúið til að segja nákvæmlega hvernig bara svona því líður og hvernig svona næstu skref eru fram á við. En það sem kannski skiptir mestu máli að það kom þarna miðlunar tillaga það að flýta næsta flokksþingi, og það verður þá í janúar. En það hins vegar ákvörðun miðstjórnar, haustfundar miðstjórnar Framsóknarflokksins að ákveða það, en það var ákveðið á þessum fundi að beina því til hennar að næsta flokksþing yrði í janúar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi formaður, hann talaði að það væri ekki búið að gera upp þennan fund sem hún vísaði til áðan, þar sem ný forysta var kjörin, og Sigurður Ingi, núverandi formaður, kallaði eftir meiri samstöðu. Þetta ekki bara persónu ágreiningur þar sem að augljóslega þessir 2 menn þurfa að setjast niður og gera upp þessi mál? Ég meina, það sem mér fannst vera mjög jákvætt að þarna var fullur salur af framsóknarfólki, mjög góð mæting, mikill hugur í framsóknarmönnum, og þeir voru tilbúnir þarna í lokin til þess að sættast það hver var næstu skref, og það það sem ég tek út úr þessum fundi. Þetta 100 ára gamall flokkur, og í minni ræðu fór ég svolítið við söguna, hvað sameinar okkur og hver eru næstu verkefni, og stóra verkefni flokks sem í stjórnarandstöðu þetta að veita ríkisstjórninni gott aðhald. Og það má ekki gleyma því að þingflokkurinn okkar, hann hefur verið mjög duglegur í stjórnarandstöðu. Við erum búin að koma með mjög margar áhugaverðar þingsályktunartillögur. Við erum búin að leggjast alfarið gegn því til að mynda að Landsvirkjun verði einkavædd. Við viljum fá frekari upplýsingar sölun á Arion banka, hvers vegna menn sín ekki frekar á spilin, af hverju forkaupsréttinu var ekki nýttur, þegar munaði svona litlu á verðinu og annars slíkt. Þannig að ég segi okkar verkefni að sinna þinginu, veita ríkisstjórninni gott aðhald. Það ákveðið stefnuleysi þar, eins og ég hef rætt varðandi framtíðarsýn heilbrigðismál, menntamál og annars slíkt, og þar eigum við að vera. Ólafur, þú hefur náttúrulega fylgst lengi með stjórnmálunum hérna gegnum fjölmiðlana og störf þín í fjölmiðlum. Hvernig snýr þetta við þér? Er þetta að lægja þessar öldur eitthvað? Maður fékk kannski takmarkaða fréttir af því í rauninni hvað var tekist á þessum fundi Framsóknarmanna. Ég skil það svo að einhver hluti af flokknum sé náttúrulega mjög óhress með það bara að hann hafi ekki náð þessu strik í skoðanakönnunum og fylgir sér ekki eins og það ætti að vera. En ég held að Framsóknarflokkurinn hafi í rauninni lengi verið að leita sér aftur að sinni sín og sérstöðu.
Halldór Ásgrímsson reyndi í kringum aldamót að gera hana svona Evrópusinnuðum þéttbýlisflokki. Það varð ekki, eins og við vitum. Sigmundur Davíð stillt honum auðvitað upp sko, sem svona ákveðin brjóstvörn gegn hinu vonda alþjóðlega fjármálakerfi. Svo fór það svolítið út þúfur þegar kom í ljós að ráðherrann og flokksformaðurinn og fjölskyldans notuðu hið alþjóðlega vonda fjármálakerfi til að gefa með peningana sína. En það er önnur saga. Svo hafa verið stigin svona pínlítið skrítin hliðarspor af því að virðist til að afla fylgis eins og þetta daður við útlendingaandúð fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík nú síðast. Ég hefði á tilfinningunni að Framsóknarmenn séu ekki alveg búnir að finna fjölina sína aftur. Viti ekki alveg nákvæmlega hvert þeirra erindi og sérstaða sé. Ég held ég verði aðeins að bregðast við þessu. Ég held við verðum svolítið að líta bara á árangur Framsóknarflokksins eins og í síðustu ríkisstjórn. Ég get fullvíst það hér, ef Framsóknarflokkurinn hefði ekki verið í þeirri ríkisstjórn, þá hefði aldrei náð þessum árangri varðar þrotabú hinna föllnu banka. Við teiknum upp leiðina, við settum upp stöðugleikaskilyrðin, við áttum okkur á því að við getum ekki haldið áfram ef greiðslujöfnuð þjóðarbúsins er ekki sjálfbær. Við settum upp stöðugleikaskatt og við náðum þessari niðurstöðu. Þannig allt talum það að við séum ekki búin að finna fjöluna. Það er auðvitað að finna fjöluna að vilja skýra sínvarandi það hvert Ísland stefnir. Eitt af því sem ég hef talað fyrir er að mér finnst mjög bagalegt að við ætlum ekki að sinna háskólanum með þeim hætti sem okkur vera ber, háskólastiginu. Það er alveg ljóst. Ef við sinnum því ekki, þá verðum við ekki undirbúin undir hérna svokölluðu fjórðu iðnbyltingu sem gengur öll út á tækniframfari. Framsóknarflokkurinn, hann er nú til dæmis sá flokkur sem setti þessa stofnun á laggirnar á sínum tíma. Hann er sá flokkur sem barist fyrir því að landhelgin yrði stækkuð. Þannig að hann er auðvitað búin að gera alveg óbúslega flotta hluti og merka hluti í sinni 100 ára sögu. Ég held að Ólafur geti svo sem alveg viðurkennt það. En auðvitað er þetta þannig í sambandi við stjórnmálaflokka. Menn eru auðvitað alltaf að þróast og taka ákveðin svona framfara skref og það hefur við svo sannarlega verið að gera. Birgir, sko, fylgi ríkisstjórnarinnar undir ykkar forsæti í Sjálfstæðisflokknum hefur mælst svona tiltölulega lágt alveg frá því hún tók við og það hefur farið lækkandi. Sko, fagnið þið því að það sé erfitt hjá þessum stjórnarandstöðuflokkum? Það er náttúrulega, Framsókn er ekki eina dæmið, það virðist vera eitthvað krísa í gangi hjá Pírötum sem að skipta þingflokksformann á svona nokkuð dramatískan hátt í þessari viku? Nei, það er engin þórðargleði hjá okkur út af þessu. Það auðvitað bara lýsir kannski stjórnmálaástandinu í landinu að það er ennþá töluvert sko uppnám á hinum pólitíska vettvangi svona almennt. Og það held ég að birtist meðal annars í fylgistölum ríkisstjórnarinnar en það birtist líka í því að stjórnarandstaðan hefur bæði átt erfitt með að stilla sig saman innan flokka og milli flokka. Og við auðvitað vitum það að við erum nýkomin út úr kosningum, nýkomin út úr stjórnarmyndunarviðræðum þar sem engir augljósi kostir voru á borðinu. Þannig að það var auðvitað gefið að í upphafi þessa kjörtímabils yrðu hlutirnir dálítið flóknari heldur en ella. Varðandi Framsóknarflokkinn sérstaklega þá tala ég nú hann frekara velvild vegna þess að megniði mínu stjórnmálaferli hef ég litið á Framsóknarmenn sem samstarfsmenn frekar en andstæðinga. Þannig að maður þekkir auðvitað persónur og leikendur og kosti þeirra og galla eins og maður segir en ég nálgast þetta velvild en ég held að það sé alveg rétt sem Lilja segir hér að eftir erfið flokksþing þar sem tekist á forystu hlutverk þá tekur auðvitað ákveðinn tíma að ná jafnvægi. Það sem hins vegar mér finnst kannski óvenjulegt núna hjá Framsóknarflokknum miðað við það sem maður hefur séð áður er það að það virðist ekkert lát vera á ágreiningnum og deilunum og ákvörðunin sem virðist hafa verið tekin á miðstjórnarfundinum í gær það að hafa flokksþing ekki seinna en í janúar gerir það að verkum að flokkurinn er auðvitað að fara inn í 7 mánaða tímabil í viðbót þar sem sko menn munu væntanlega eins og ég horfa á þetta utanfrá takast á og það er auðvitað sársaukafullt fyrir hvaða flokk sem er. Það er auðvitað sársaukafullt og erfitt. Sennilega verða þeir að gera það með einhverjum hætti en ég held að það sé ekki hægt að gera lítið úr því að það er erfitt og við auðvitað höfum dæmi það á síðustu árum úr öllum flokkum að það hafa komið upp átök og þau hafa gróið misjafnlega hratt. Samfylkingin lenti í þeirri stöðu að í raun og veru eyða sjálfri sér í innbyrðis deilum og ég segi Framsóknarflokksins vegna þá vona ég að menn lendi ekki í sömu stöðu þar. Já. Og það var í raun og veru svolítið niðurstaðan þarna í gær að það er skýrt nákvæmlega hverjar næstu dagsetningar eru
og það að hafa náð í raun og veru þessari miðlunar, öll miðstjórnin, hún var sammála þessa miðlunartillögu og það líka svona vísir að því að framsóknarmönnum þeim mjög annt flokkin sinn og þeir átta sig alveg á því eins og Birgir að nefna að þetta auðvitað getur verið mjög strembið að fara í gegnum svona tímabil og allir voru meðvitaðir það. En eins og ég segi... Þetta náttúrulega rétt eins sem hann segir, sko, þið eru að fara þarna í þá 7 mánuði núna, þar sem augljóst að það er mikil kergja, einhverjum aðilum gengur mjög illa að vinna saman. Ég meina, akkur þetta ekki tekið bara í haust? Miðstjórnarfundurinn, það verður haustfundur og hann þarf að taka ákvörðun flokksþingið. Ég held hins vegar að þó að staða flokksins í skoðanakönnunum, við höfum verið að mælast í kringum 11-12%, það samt sem áður þokkalegur árangur, við vorum á því reiki fyrir ekkert svo löngum tíma síðan. Þannig að menn verða líka svolítið að fara yfir það að þingflokkurinn, hann hefur verið að standa sig vel og ég líka sannfærð það að tölunar þær eiga eftir að hækka vegna þess að ég bara tel að við séum í þannig málflutningi. En það sem gott að menn eru búin að taka þessa ákvörðun og það svona, þú veist, maður fekk mjög góða tilfinningu fyrir því hvar flokkurinn stattur þarna í gær og mér fannst svona allir löpuðu svona þarna svolítið út inn í sólina og sumarið og menn eru svona að hugsa sinn gang og ég held að það muni allt bara farnast mjög vel. Helga Vala, hvernig blasir þetta við þér? Það er bullandi góðæri, samt ríkisstjórnin óvinsæl og erfitt hjá nokkrum stjórnarandstöðuflokkum. Kannski að maður byrji bara á þessum framsóknarvinkli, þá þetta frábært að Lilja sjáu þetta þannig að allir gangi út í sólina og séu samstíga en það hljómaði nú ekki fyrir okkur hérna sem að horfum á þetta. Það virðist vera með fyrirverandi formann flokksins, Sigmund Davíð, eins og suma aðra leikendur í svona stórum málum undanfarin ár að það skortir ákveðna auðmýkt. Það bara ár síðan að hann opinberaði sig fyrir alheiminum í vindrismálinu og það auðvitað, mér finnst það sérstakt að hann skuli ekki átta sig á veikleika sínum sem leiðtogi í stjórnmálum. Mér finnst það sýnir okkur ákveðin bara skort á innsæi í raunveruleikann að mínum mati. Hann lemstraður, alveg sama þó að hann sé með einhverja jábræður í kringum sig. Ég heyrði hérna Sigurð Inga, formann vera í viðtali hjá Óðni Jónssoni á Rás 1 í vikunni fyrir hennar fund og ég svona verð að segja, ég dáðist að því hvað hann mikill diplómat. Hann var virkilega að leggja sér fram að mýkja ástandið eins og maður heyrir svo sem að Lilja gerir líka. En það er þarna fíll í postulínsbúðinni sem að vill ekki mýkja ástandið. Hann vill halda öllu upp í loft og þarna svona kannski sér maður erfiðleika af því að vera í stjórnmálaflokki. Því það eru alltaf eða oft einhverju svona einstaklingar. Það þarf bara einhvern einn til þess að gera allt vitlaust. Og þetta auðvitað svona pólitíkinni, stendur pólitíkinni fyrir þrifum. Af því að sumir hafa gaman af svona leik, svona baráttu, svona boxi, á meðan að aðrir bara nenn ekki þessu stríði, þessu opbóðslega persónulega, þessari heift og þess háttar. Þetta þekkist í öllum flokkum og svona sumir þrífast vel á þessu en aðrir bara flýja og ég get ekki staðið í þessu. En hérna varðandi svo hérna kannski ríkisstjórnina og hversu óvinsæl hún þá hún auðvitað sögulega hún ótrúlega óvinsæl og hefur verið bara frá því að hún var kosin og maður svona veltiði fyrir sig að því að nú til dæmis forsætisráðherrann nú svona frekar bara duglegur maður hefði maður haldið en einhvern veginn það voða lítið gaman þarna, það voða lítið að blómstra, svona fyrir mig sem leikkonu líka þá svona finnst mér einhvern veginn svo sýningin, hún ekki alveg að ná neinu flugi, þannig að ég ekki viss ég myndi gefa henni margar stjörnur. Það bara þannig. Ég kannski fæ aðeins að bregðast við þessu. Þetta skiptir, þetta alveg rétt sem Helga Vala að segja að þetta getur verið þegar svona ástand innan flokks, en það sem ég finnst eiginlega mestu máli skipta eftir þessa helgi það að framsóknarmenn hittust, það var fullt hús, það var mikill hugur í mönnum og mönnum mjög annt flokkinn sinn og mér fannst það að vera mjög flott hvernig við fórum í þessa ákvarðanatöku og voru búin að vera miklar umræður, menn segja, sumir vilja hafa þetta aðeins fyrir, sumir vilja hafa þetta aðeins seinna, við finnum ákveðna málamiðlun og það auðvitað svolítið líka svolítið kjarninn í framsóknarmönnunum, hann vill leita lausna, finna leiðir og
við erum mjög flinki í því að leysa verkefni og koma með lausnir og það nákvæmlega það sem gerðist hjá okkur í gær og þess vegna ég svolítið bjartsýn og svo það bara þannig að veðrið bara svo rosalega gott að ég get ekki horft fram hjá því líka sko Helga Vala. Ég verð að skjóta einu samt að fyrir áhugamennum stjórnmál utan þings og innan og utan fjölmiðla og innan að þá þetta áhugavert að heyra hvernig okkar ágæti félagi hér í settinu Lilja Alfreðsdóttir hefur brugðist við spurningum það hvort hún geti hugsað sér að fara í formannsframboð. Ég ætlaði einmitt að yfirgefa Framsóknarflokkinn á því að spyrja því. Þú hefur sagt að Lilja að þú hefur ekki tekið ákvörðun hvort þú vilji gefa kost á þér í formannssætið. Kemur þetta greina? Ég bara tel þess ekki tímabært á þessum tímapunkti vegna þess að til dæmis vika í pólitík mjög langur tími þegar búið að ákveða flokksþingi verði í janúar og það sem að gera auðvitað þegar maður kemur inn í stjórnmálum, maður er auðvitað að kanna sinn stuðning, kanna sitt bakland, hvernig lítur þetta allt út. Ég fekk mjög góðan stuðning í það að vera varaformaður flokksins og nýtt traust hvað það varðar en svo eigum við eftir að, svo ég bara eftir að fara yfir það og kanna hver mín staða er innan flokksins. Og þannig að það er bara ekki tímabært að segja nokkuð það. Það er forystað í flokknum og eins og ég segi og búin að ítreka og ég held að við sýnt hann á þingi, þingflokkurinn er að standa sig vel og ég er samfærð það og við höfum verið að gera það. Við erum flokkurinn sem eru búin að vera að setja málin á dagskrá, varðandi Arion banka, Landsvirkjun og annað slíkt. Þannig að þess vegna er ég líka bjartsýn. Ég ætla að fara aðeins yfir í þingstörfin. Sko, samkvæmt starfsáætlunin eru 10 dagar eftir þinginu og í þingfrestun og það er svo sem sama gamla sagan, það verður nú líklega eitthvað aðeins lengur en það. Sko Birgir, þið í ríkisstjórnarflokkum leggir náttúrulega mest áherslu á þessa fjármála áætlun og það kom svo nokkuð óvænt útspil í vikunni frá meirihluta fjárlaganefndar. Hún leggur til að boðuð hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu verði frestað og vilja láta skoða álagningu komugjalda. Já, ég held að sko við erum auðvitað í þeirri óvenjulegu stöðu eða ef við horfum til fortíðar að vera að ræða þessi mál framtíðar fyrirkomulagi fjármálum ríkisins með meiri fyrirvara heldur en við erum vön að gera og fjármálaáætlunin núna hún auðvitað hefur fengið mikla umfjöllun í þinginu og umfjöllun í þjóðfélaginu og það er auðvitað eðlilegt að meirihluti fjárlaganefndar í sínu áliti bregðist með einhverjum hætti við þeim sjónarmiðum sem þar koma fram. Nú stóð aldrei til að á þessu vori yrði endanleg ákvörðun tekin útfærslu virðisaukaskattsbreytingana. Það er mál sem þarf að fara í sérstakan farveg. En það sem meirihluti fjárlaganefndar nefnir í sínu nefndaráliti er það í raun og veru að þessi tímasetning sem upphaflega var í tillögu fjármálaráðherra að hún sé ekki raunhæf eða sem sagt menn íta í raun og veru þannig á það að sú dagsetning mun ekki standa og menn eru líka í raun og veru að opna það að það verði aðeins meira handrými til þess að fara yfir þau sjónarmið og rök með og móti sem fyrir liggja hvað varðar þetta sérstaka atriði í fjármálaáætluninni sem raunar er, hvað ég að segja, í heildarsamhenginu ekki stórt atriði þegar horft til fjármálaáætlunar í heild sko. Og það er alveg rétt sem þú segir að fyrir ríkisstjórnina skiptir mestu máli að ljúka þessari fjármálaáætlun fyrir vorið bara þannig að hvað ég að segja, það ferli sem hefur verið sett upp varðandi breytt fyrirkomulag fjárlagagerðar og opinber fjármál ríkisins standi. Þannig að við afgreiðum fjármálaáætlun að vori, förum svo í fjárlagaumræðu að hausti sem byggir á þeim megindráttum sem fjármálaáætlunin gerir ráð fyrir. Síðan næsta vetur förum við í að vinna fjármálaáætlun að nýju vegna þess að það er gert ráð fyrir að hún sé endurnýjuð árlega. Og auðvitað skiptir máli fyrir ríkisstjórnina á sínu fyrsta starfsári að ná þessum áfanga fyrir þinglok. Síðan eru auðvitað fjöldamörg stjórnarfrumvörp og önnur frumvörp í gangi í þinginu sem á eftir að afgreiða og það er í raun og veru bara verkefni næstu daga að finna út úr því hvað raunhæft er að gera í þeim efnum. Eins og venjulega þá eru menn að velta fyrir sér málum sem út af dagsetningum eða einhverjum tímafrestum eru nauðsynleg. Menn eru líka að velta fyrir sér einhverjum málum sem sko efnislega skiptir máli að klára. En þetta er hins vegar, eins og maður segir, þetta er svona verkefni sem við þurfum að vinna úr á næstu dögum. Fjármálaáætlunin hefur hins vegar bara, þannig að ég segi það hér,
sett sko svona hið hefðbundna starf nefnda þingsins svolítið í uppnám. Þannig að þeim hefur ekki orðið jafn mikið ágengt í afgreiðslu mála eins og kannski hefði ella orðið vegna þess að það fór bara lunginn af apríl fór í fjármálaáætlunina í raun og veru í öllum nefndum. Já, þetta var, við erum að takast á við ný vinnubrögð og vonandi skila þau góðum árangri, en þetta auðvitað gerir það verkum að vorið núna er kannski ekki alveg sambarilegt við venjulegt vor í þinginu. Nei, Ólafur, mig langar að spyrja þig, sko, fólk er náttúrulega almennt mjög óþreyjufullt vegna sko ástandsins í ferðamannamálum hérna og ég fæ náttúrulega ráðherratíminn á eftir, sko. Nú ert þú talsmaður ákveðinna hagsmunasamtaka. Hefurðu sko svona samúð og skilning á afstöðu talsmanna ferðaþjónustunnar? Akkvart virðisaukaskattshækkuninni? Já, þau eru náttúrulega ósátt við þetta og finnst þetta að gerast á hratt og... Sko, já, sérstaklega varðandi tímaramann. Það að segja að það er, við vitum að vinnubröðin eru þannig í ferðaþjónustu að ferðir eru seldar langt fram í tíman og það er erfitt þegar búið að gefa upp eitthvað ákveðið verð að síðan sem forsendunum kippt undan í rauninni allir þeirri áætlanagerð, þannig að ég skil þann punkt mjög vel. Hitt svo annað mál að ég held að það sé betra fyrir ferðaþjónustuna að búa við einfalt skattkerfi, að hún sé bara á sama virðisaukaskattsstigi og aðrar atvinnugreinar í landinu, heldur en að það sé verið að setja á hann einhverja sérstaka skatta. Ég held að það kunni ekki góður líku að stýra. Nei, komugjöld og gistináttagjald og mín hagsmunasamtök hafa nú mótað þá stefnu að það eigi bara stefna hér að einu virðisaukaskattsstigi og það þó að mörg fyrirtæki í félagi atvinnurekenda sé að selja vörur á lága vaskstiginu sko. Það er einfaldlega hagsmunir alls atvinnulífs og almennings held ég að á endanum stefnum við hér á eitt skattstig í virðisaukaskatti. En aðeins út af ríkisfjármálaáætlunina því hún nefndir hana og ef við setjum það þessi samhengi við sko umræðana vinsældir ríkisstjórnarinnar. Ég held að í rauninni hefði hvaða ríkisstjórn sem er lent á erfiðum punkti núna. Sko þetta eru ný vinnubrögð. Nýju lögin opinber fjármál eru alveg stórmerkileg nýjung í rauninni. Þau búa til alveg nýja umgjörð og nýjan aga í kringum fjárlagagerð og fjármál hins opinbera. Langtíma hugsun. Og stjórnmálamenn eiga ekki að geta leyft sér það ábyrgðarleysi í ríkisfjármálum sem til dæmis viðgekkst hér á árunum fyrir hrun. Það voru gefin að mörgleiti allt og örlát loforð í kosningabaráttunni. Það eru óskaplega margir út allt. Það er búið að lofa peningum í velferðarkerfið, í framhaldsskólana, í háskólana og svo framvegis. Svo eru þeir peningar óskaplega einfaldlega ekki til þó að það sé góðar í landinu. Ríkisstjórnin neyðist til að sýna ábyrgð, vinna þessa vinnu eins og á að vinna hana, setja peninga til hliðar til að greiða niður skuldir ríkisins sem er mikið hagsmunamál okkar allra og ekki síst barnan okkar þegar til lengri tíma er litið. Það er bara einfaldlega ekki hægt að baða sig í ljóma þess að ausa út peningum í krafti kosningaloforðanna. Þannig að ég held að í rauninni hvaða ríkisstjórn sem hefði upplifað svolítið bakslag verandi í rauninni komin í fjárlagavinnu miklu fyrr en ella. Og lítið svona kannski beinna árangur af svona einstökum frumvörpum sem verið að samþykkja. Lilja. Ég ætla aðeins að nefna þetta varðandi niðurstöðu fjárlaganefndar. Hún er áfæll fyrir fjármála- og efnahagsráðherra. Ég fagnaði hins vegar að menn séu að endurskoða tímasetninguna á þessu. Ég er sammála Ólafi og sammála Birgi hvað það varðar að hún var líklega ekki heppileg, en nú þurfa menn þá auðvitað að hugsa svolítið hratt vegna þess að það þarf og ég er sammála Ólafi, við þurfum auðvitað að sýna algjöra ábyrgð og festu varðar ríkisfjármálin, en nú þarf að finna það fjármagn sem vantar upp á því að einhvern veginn reiknast mér það til að vera að fresta þessu, þá þurfum við að leita annara bjarga. Ég er ekki sammála hins vegar Ólafi hvað það varðar að ferðaþjónustan er útflutningsgrein. Það hefur orðið stór breyting á þjónustujöfnuði þjóðarbúsins vegna þess að þarna koma gjaldeyristekjurnar okkar í dag, við erum í mínus annars staðar, þannig að við þurfum að huga að samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Þannig að við höfum frekar verið að tala fyrir komugjöldum sem gæti þá líka verið svona ákveðin stýring og ég sé að fjárlaganefnd og ég fagna því að hún sé að taka tillit til þeirra hugmynda. Og ég vil líka segja vegna þess að það sem ég finnst gott við þetta ferli er að þingnefndir, þær eru svolítið að koma sterkar inn. Þær fara yfir máli, þær skoða hvaða athugasemdir eru að koma og eru tilbúna til þess að taka þá ákveðna forystu í málinu eins og fjárlaganefnd er að gera og mér finnst það gott.
Helga Vala, mér langar að segja, sko, það er ekki bara þessi hækkun á virðisaukaskatti sem að meiri hluti fjárlaganefndar vill skoða betur, hún er líka leggjað til að kannaði verið kostið þess að eignir ríkisins og Keflavíkurflugvelli verði seldar. Hvernig slær þessi til að þig? Já, ég hef ekkert heyrt neitt óp frá ferðaþjónustunni varðandi þetta, en þarna er til dæmis alveg skýrt merki að þarna yrði hækkun á allri þjónustu. Það er bara, það liggur alveg ljóst við að ef að þessi kæmi einhver kaupandi þarna að sem að myndi kaupa þá Keflavíkurflugvöll, hann myndi væntanlega gera það í hagnaðarskyni og þá hækka kostnaði sem myndi fara beint út í verðlag á lendingar, sköttum og þjónustu og öllu sem að þar er. Það er alveg fyrir sér, þannig að mér finnst nú skrítið að ferðaþjónustan skuli ekki hrópa upp yfir sig yfir þessari hugmynd. Varðandi sko virðisaukann, þá finnst mér finnst skrítið að hlusta á það ramakvein sem að er þar í ferðaþjónustunni vegna þess að það eru ákvæði í samningum þegar maður kaupir sér ferðir eða annað hvar sem í heiminum, þá er alltaf þetta ákvæði, þetta verður miðast við óbreytt skatt ástand og við erum, ég myndi halda að þetta væri líka bara gott fyrir ferðaþjónustuna að geta þá líka bara nota skattin á móti og allt þess að mér finnst eðlilegt að þessi þjónusta sem í svona miklum uppgangi sé bara með sama virðisaukaskattskerfi og aðrir. Aðeins varðandi fjármála og þá áætlun alla. Auðvitað þarf að gæta aðhalds í ríkisrekstri þegar að ástandið er svona gott og allt það. En ég vil samt benda á það að heilbrigðiskerfið það er algjörlega fjársvelt. Skólakerfið er algjörlega fjársvelt. Það sem að ég vinn við dagstaglega eins og til dæmis sýslumannsembættin, það er algjör katastrófa á sýslumannsembættunum á höfuðborgarsvæðinu, það er fjársvelti þar. Það sko vantar svo rosalega starfsfólk þar að fólk að bugast undan vinnuálagi. Lögreglan allt land og ákæruvaldið það er svo mikið vinnuálag að fólk þar að fara líka í langtíma veikindaleyfi. Þetta eru innviðirnir okkar og svona eru við að hugsa þá þegar við erum í blússandi góðæri. Þegar við erum í kreppu, eins og var hérna eftir hrun, þá gátu allir skilið að það væri ekki hægt að moka peningum í þessu hluti. Núna er önnur staða og þá ætlum við líka að fara að segja að við höfum ekki efni á að halda uppi þessar grunnþjónustu. Þetta er pólitík sem ég skil ekki. Ég skil þetta ekki. En kannski aðeins að koma að þessu varðandi virðisaukann, það sem ég finnst vera skrítið í þessu er að það var fyrst að hækka, svo til þess að lækka. Þannig að netto ávinningurinn af þessari aðgerð, hann er ekkit svo gríðarlega mikill, hvort það séu 3 eða 4 milljarðar. Þannig að sko það verður að vera svona ákveðin skýrleiki í því þegar við erum að breyta skattkerfinu. Þess vegna hef ég talað fyrir því að það væri skynsamlegra að setja á komugjöld sem getur þá verið ákveðin stýring og þau virka líka þannig að þú getur haft þau jafnvel hærri þegar í júní og júlí þegar opbóðsleg eftirspurn eftir því að koma til landsins og lækka þau svo kannski í janúar og febrúar og þetta þarf ekki að vera það mikið en við getum náð kannski hærri fjárhæð með þessari einföldu aðgerð því að mér finnst vanta skýrleikan í því hvað við ætlum að gera í skattkerfinu og þar þarf að vera langtíma hugsun og fyrirsjáanleiki. Þá líka þetta með þetta city tax eða borgarskatt, mér finnst það til dæmis eitthvað sem við ættum að koma á núna. Já, og ég líka það borgar maður með glöðu geði víða heim. Ég vildi bara skjóta í sambandi við virðisaukaskattina, þá magum við ekki gleyma því að þegar að tillagan kom fram í fjármálaáætlun að fara upp með virðisaukaskattinn á ferðaþjónustuna eða tiltekna hluta ferðaþjónustuna reyndar, þetta er ekki öll ferðaþjónustan sem þarna er undir, að þá fylgdu líka með, eins og kannski Lilja kom inn á hérna ráðagerðir það að fara með almenna þrepið lægra og það er auðvitað markmið sem kannski rímar svolítið við einmitt það sem Ólafur Stephensen var að segja hér áðan varðandi það að fara í eitt almennt þrep sem gæti þá verið töluvert lægra heldur en efra þrepið í dag. Í dag það þannig auðvitað að megnið af vöru og þjónustu selt í efra þrepinu og fyrir sko lífskjörin í landinu held ég að það geti skipt ansi miklu máli að ná efra þrepinu niður
og ef það gert með samræmingu þá það sko framtíðar markmið sem ég held að sé sko mikilvægt að vinna að. En þessi tillagagerðin reyndar ekki ráð fyrir því að ganga alla leið í því sambandi, en ég held að við megum ekki kannski missa sjónar af því að það getur verið æskilegt markmið í sjálfu sér þegar við horfum lengra fram í tímann. Já, svo skulum við heldur ekki gleyma því að það ákveðið hagsmunamál ferðaþjónustunnar að það sé lágt almennt virðisaukaskattstig. Þegar ferðamenn versla náttúrulega mikið. En ég myndi halda að það væri líka ákveðið hagsmunamál fyrir ferðaþjónustuna að vera ekki að verðleggja sig svona brjálæðislega hátt. Það auðvitað líka. En svo megum við heldur ekki gleyma því að það auðvitað miklar áskoranir fyrir okkar útflutningsgreinar eins og staðan í dag. Ég meina við höfum séð hvernig gengi hefur að þróast og það maí akkúrat núna, þannig að það alveg opboðslegt innflæði á leiðinni inn á markaðinn. Það verður stærsta áskorun ferðaþjónustunnar og annarra útflutningsgreina nákvæmlega hver staða krónunnar vegna þess að samkeppnishæfni þessara greina eru að dvína mjög mikið og við þurfum svolítið að hugsa þetta sem samfélag. Hvernig ætlum við að hafa þetta vegna þess að ruðningsáhrifin frá ferðaþjónustunni á aðra greinar eins og til að mynda nýsköpun og hugverkaiðnaðinn og annað slíkt, þau eru umtalsverð og þetta eitthvað samtal sem ég myndi alveg vilja sjá okkur í stjórnmálunum og okkur sem samfélag, hvernig atvinnu gerðu viljum við hafa, því að þetta allt sem gerist svolítið hjá okkur stundum svolítið svona sjálfkrafa, það rosalega þróttur í samfélaginu og í atvinnulífinu, en hliðarverkanir af þessu til að mynda eins og hvar krónan stödd núna, þetta stórt mál. Ég ætla að fá... Ég má skjóta við það sem Lilja sagði, þá það alveg rétt að við þurfum að horfa á starfsskilyrði atvinnulífsins með framtíðarsýn í huga. Ég hins vegar, ég ekki ásaka Lilju að hafa haldið fram því sjónarmiði, en ég held hins vegar að við stjórnmálamenn eigum að fara svolítið varlega í það að ætla að velja þær atvinnugreinar sem á að hlaða undir. Ég held að við stjórnmálamenn erum ekkert endilega bestu aðilarnir til þess að velja út hvort við ætlum að leggja áherslu á þetta eða hitt, en aðalatriðið að það séu góð starfsskilyrði þannig að starfsemi sem á lífvænlega möguleika fá tækifæri til að vaxa og dafna. Ég ætla að fá stöðuleiki og það sé ekki ómikla sveiflur. Ég ætla að fá að taka hérna síðustu mínúturnar í Ólaf Ólafsson sem kom til ykkar í stjórnskipunar eftirlitsnefnd í vikunni. Lilja, þú situr í þessari nefnd og varst þarna á þessum fundi. Það verður svona eftir fréttaflutninginu og þegar fólk fór að skoða þau nýju gögn sem að hann sagðist myndi vilja afhenda ykkur að það var svona kannski frekar lítið í þessu. Hvernig slær þetta þig og hver eru næstu skref nefndarinnar í þessu máli? Ég meina nefndin vinnur úr þessari heimsókn og hvað kom nýtt og hvernig við okkar hlutverk að skila skýrslu til þingsins út frá niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar. Hún var mjög afgerandi í sinni niðurstöðu og segir að þessi kaup hafi verið blekking og stjórnvöld og almenningur og fjölmiðlar hafi verið blekktir. Ég var að vonast til þess að Ólafur Ólafsson geti komið með ný gögn eða gögn sem myndi mæla gegn þessari niðurstöðu. Svo var ekki og það er auðvitað líka ákveðin áfangi þegar við erum í svona vinnu, en það kom mér á óvart og mér finnst, ég vil líka svolítið horfa fram á veginn vegna þess að ég held að það sem skiptir máli núna er að við erum til að mynda, það er þessi Arion bankasala og við höfum verið að kalla eftir því og það er mikil einhugur í efnahags- og viðskiptanefndum það. Það er svona svolítið hughrifin af þeirri sölu að þetta sé gert þetta áður. Já, við viljum fá frekari skýringar á því eða hverjir eru endalegi fjárfestar þar. Nú til að mynda átti ríkissjóður forkaupsrétt á Arion banka ef verðið færi undir ákveðnu og það er rosalega lítill munur þarna á verðinu hvort að ríkissjóður geti nýtt sér forkaupsréttin eða ekki. Og ég að kalla eftir því að við fáum frekari rökstuðning hvers vegna þessi ákvörðun var tekin og ég myndi vilja svolítið að við fengjum frekari gögn í því máli líka og við erum að kalla eftir því í efnahags- og viðskiptanefnd sem ég sitt líka í. Örstutt, Birgir, þú varst þarna á þessum fundi líka? Já, ég kom sem afleysingarmaður á þennan fund og hérna fylgdist með honum. Ég er sammála Lilju það að það voru ekki ný gögn eða upplýsingar sem komu fram á þessum fundi. Ólafur fór yfir sín sjónarmið en svo sem einhverju leyti kannski þetta áður. Þannig að mitt mat var það að þessi fundur hefði í sjálfu sér ekki breytt miklu gangin í vinnu nefndarinnar sem auðvitað hefur þríþætt hlutverk eins og menn muna. Það er annars vegar stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tekur við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á að láta í ljós álit á henni. Í annan stað þá var gert ráð fyrir því að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd færi yfir
öll þau gögn og skýrslur sem fram hafa komið á opinberum vettvangi einkavæðingu bankana á árunum í kringum aldamótin og legði mat á það hvort að einhverjar upplýsingar vantaði inn í það og taki síðan afstöðu til þess hvort að eftir til frekari rannsókna. Og eftir því sem ég skilst að þá nefndin núna auðvitað fyrst og fremst að fara yfir þessa rannsóknarskýrslu en á auðvitað eftir að taka vinnu í sambandi við hitt vegna þess að það hefur auðvitað verið, getum sagt, krafa í langan tíma það að einkavæðing bankana yrði rannsókuð frekar. Til þess að svoleiðis rannsókn skili einhverjum árangri þar þurfa menn hins vegar að fókusera á það hvað það sem á eftir að leiða í ljós og stundum í þessar umræðu finnst mér að menn hafi gleymt í að til dæmis í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá 2010 ítarleg umfjöllun mjög marga af þessum þáttum. Þannig að áður en menn halda áfram þá þurfa menn að fara yfir þetta, klára þessa tilteknu rannsókn og taka síðan afstöðu til þess hvaða óljósu þætti það eru sem kalla hugsanlega á frekari vinnu. Við komumst ekki lengra með þetta. Kærar þakkir fyrir komuna öll sömul. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamálaráðherra, kemur tíminn eftir örskamma stund.